Ég fór í pólitík af því ég var reið. Ég var reið yfir spillingunni á Íslandi, ég var reið yfir stjórnarskráni, ég var reið yfir kvótakerfinu, óréttlæti, bara þessari heimsku og spillingar fúski út allt á landinu. Og bara misskiptingunni, misskipti gæða, misskipti auðs. Og það var það sem dró mig út í pólitíkina. En það sem dró mig til Pírata var vonin. Þar sá ég von. Þar sá ég einhvers konar framtíðarsýn sem ég geti trúað á. Og ég vil halda í þá von. Ég vil að Píratar séu þessi vonarflokkur áfram. Ég vil að Píratar séu þessi vonar- og umbótaflokkur sem berst fyrir réttlátara kerfi sem að lætur fólk aftur fá einhverja trú á því að hlutinni geti breyst. Fólk sem er búið að missa trúna á bara lýðræðiskerfunum okkar og innviðunum okkar og því að það sé hægt að gera eitthvað. Ég held að ef að fólk sér að við stöndum þarna, þá sé fólk tilbúið til þess að koma með okkur í það, koma í raunverulega breytingar. Ég held að fólk vilji fá breytingar á þessum kerfum og ég held að fólk vilji líka að þetta séu góðar breytingar. Ef að það er ekki valmöguleiki á okkur góðum breytingum, þá mun fólk á endanum velja einhverjar skelfilega breytingar. En ég tel að Píratar séu þessi von jákvæðar breytingar á kerfunum. Ég vil líka færa okkur aðeins aftur í það sem að ég vil meina við höfum gert áður, sem að var að pæla í svona stafrænum lausnum og umbreytingum. Ég töluverða reynslu af því núna í Reykjavík að vinna í stafrænum innviðum og breyta þjónustu og við erum að sjá rosalega árangur þar og ég tel að það séu bara mjög mikil tækifæri að gera eitthvað svipað á landsvísu. Ég held að það sé bara ofboðslega mikið af bara peningum og tíma og bara mannauði og alls konar sem hægt að spara með því að fara í bara alvöru átak þar, leggja alvöru áherslu á það. En þó held ég að Píratar séu í kjarnan fyrst og fremst frjálslyndur umbótaflokkur. Það er kannski ekki stóra máli hjá okkur hvar við erum á vinstri og hægri, en ég held samt að við séum úr því sem komið er augljóslega mið vinstri flokkur. Ég held að við bara svolítið að gangast við því og bara vinna með það. Það er ekki það sem að skilgreinir hjartað í okkur. Hjartað í okkur er umbæturnar, hjartað í okkur er einstaklingsfrelsið, hjartað í okkur er að við viljum sanngjarnt, réttlátt kerfi fyrir íbúana, við viljum mannréttindi. En við erum að gera það svolítið vinstra miðið við miðju, það er bara þannig. Ég hef trú á því að ég sé sá formaður sem að Píratar þurfa á að halda akkurat núna. Ég hef verið lengi virk í Píratum, ég hef alltaf tekið öflugan þátt, hvort sem ég er sjálf í framboði eða ekki, alltaf mætt, alltaf lagt mikla áherslu á bara gott samtal, vera á fundum með grasrót, mæta í að safna undirskriftum, mæta í bara allt sem þarf að gera. Ég veit ekki betur en að ég sé vel liðinn og bara fólk kunni ágætlega vel við mig, bæði hjá Píratum og hjá þjóðinni. Ég hef mælst vel fyrir hjá borgarbúum. Ég er núna næst vinsælasti borgarfulltrúi í meirihlutanum og ég held að í þeirri stöðu sem við erum í dag þá verðum við að nýta alltaf þá styrkleika sem við höfum. Til framtíðar þá getum við alveg valið alls konar formenn og það á að vera þannig að flokkur geti valið formannsefni og lyft því upp. En eins og staðan er í dag þá verðum við að notfæra okkur það að við höfum ennþá einhverja fulltrúa sem að fólk þekkir og treystir og tilbúið að gefa séns, tilbúið að hlusta á. Nýta þá kjörnu fulltrúa sem við eigum, sem að vilja vera áfram, sem eru tilbúinir að setja sitt mannorð og bara það sem að það hefur skapað sér, setja það í sölurnar fyrir flokkin. Ég er tilbúin til þess. Ég hef reynslu, ég hef rödd sem að fólk hlustar á. Spyr ég því hvert sem að vinnur með mér eða á móti mér í borgarstjórn. Fólk veit það að ég er stjórnmálakona sem er með styrk. Ef ég mæti í viðtöl á móti einhverjum þá vita þau að það er eitthvað sem ég tekið alvarlega. Það er ekki það bara að blása mig fram af sér. En akkurat núna þá stendur við frammi fyrir vali. Við þurfum að ákveða hver við viljum vera. Ætlum við að gera þetta af alvöru? Ætlum við að taka þau skref sem við getum af þeim styrk og af þeirri festu sem við getum? Ég tel að við verðum að gera það. Ég tel að akkurat núna þá sé ég fulltrúi þess að við gerum þetta af þeirri fullu alvöru sem við getum. Ég vil verja það sem við erum og ég vil líka þróa okkur áfram. Ég vil sameina okkur. Ég held að ég hafi það sem þarf, ég get verið ákveðin en mild eftir þörfum.
Ég held að við þurfum að velja hvernig flokkur við viljum vera.